sko, hvað gerði Svíþjóð á árunum 2015-2016 til að bregðast við þessum átökum í Sýrlandi, að þá opnuðu Svíar hjarta sitt og landamæri fyrir fólki sem var að leita að vernd, hælisleitendum, og við erum að tala á annað 100.000 manns. 2% á ári á tímabili, sko. Já, ótrúlega tölur. Þetta gríðarlegur fjöldi og ég held að þetta hafi verið allt of stór biti fyrir Svíþjóð, af því að sko það mjög, ég meina það bara hluti af því að við, þú veist, uppfyllum okkar alþjóðlega samninga, við veitum einhverju fólki vernd, og ef við líka bara hugsum þetta sem manneskjur, að þá fólk sem bara í algjöri neyð, sem þarf á því að halda að því sé veitt vernd í einhverju öðru landi. En það sem Svíar gerðu að þau tóku inn alveg bara allt of stóran hóp á allt of stuttum tíma, og það sem þarf að gerast þegar þú veist, innviðir þurfa að höndla þetta, bara skólakerfið, heilbrigðiskerfið og aðrar stofnanir, og það þarf líka að vera þannig að sko landamæra gæsla og öll svona lögreglu yfirvöld og allur viðbúnaður í kringu það að bara athuga það hverjir að koma inn, það þarf alltaf að vera í algjörlega í lagi, sem að bara þræl erfitt þegar þú ert með svona risa hóp, af því að við vitum það líka að það svona hvað segir maður, big business eða stór viðskipti að smygla fólki frá til dæmis eins og Gríklandi og frá öðru löndum sem þar sem fólk hefur verið í flóttamannabúðum í mörg ár, og bara frá sumum Miðausturlöndum þar sem ríkja mikil Tyrklandi og þar sem ríkja mikil átök, og ég meina það kostar helling fyrir fólk að kaupa sér þjónustu smyglara, þannig að við vitum það líka að fólk sem hefur peninga og hagsmuni að því að senda ákveðna aðla til Evrópu, til Skandinavíu, til að skapa svona eitthvað, já bara, þú veist að, ég meina, fólk sem tekur þátt í hryðjuverkasamtökum, að sko, hvernig ætlarðu að geta síjað út þennan hóp þegar þú ert að taka á móti svona rosalegum fjölda á sama tíma? Þannig að Svíar hafa þurft að súpa svolítið seyðið af þessu, og